Já, heyrðu, ég ætla að tala fólksflutninga og vöxt landsbyggðanna og ég er svona aðeins stressaður því ég heyrði ekki það sem Gylfi sagði hérna daginn. Það held hann að vera að tala svolítið svipaða hluti en ef ég er að sýna sömu gögn mína þá ætla hann að vona að ég sé kannski með aðeins aðra nákvæmlega. En sem sagt, það sem að við langar að tala þessar pælingar, þetta sem við sjáum oft í fjölmiðlum það að það sé verða einhver breyting þar sem að landsbyggðirnar séu að tæmast af Íslendingum og það sé koma útlendingar í staðinn. Og við sjáum þetta svona með reglulegu millibili. Þannig að mér langar bara aðeins að fara í gegnum hagstofugögnin og svona aðeins að skoða hvað að gerast með þetta miklu fjölgun fólk sem erlendum uppruna, hvaða áhrif þetta að hafa á einstökum svæðum. Og ég er alltaf með þessa mynd, mörg hefur örugglega séð hana áður, að bara áminning það að það hefur orðið rosalega mikil fólksfjölgun á Íslandi, en fólki utan höfuðborgarsvæðisins hefur ekki fækkað. Það eru fleiri sem búa utan höfuðborgarsvæðisins heldur en nokkru sinni áður í sögunni. Það sem hefur breyst það að vegna þess að höfuðborgarsvæðið hefur vaxið svo miklu hraðar að það eru alltaf hlutfallslega færri og færri sem búa utan höfuðborgarsvæðisins. Og hérna á þessari mynd að það er bláu línarna þarna suðvestursvæðið, svona 100 km radíusinn, fyrir neðan hann kemur Eyjafjörður og við getum haldið áfram svona að plokka hver svæði fyrir öðru en grundvallaratriðið þetta, fólki hefur fækkað í sveitum, en fólki hefur ekki fækkað á einstökum stöðum. Hérna fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu, þannig að gult er Reykjavík og hitt eru hin sveitarfélögin. Ef við förum norður í Eyjafjörð, þá sjáum við bara voða svipaða mynd. Ef við horfum á svona stærri staðina, Húsavík, Ísafjörð, Egilsstaði, svona landshlutamiðstöðvar, þá sjáum við að það var mikil fjölgun svona framundir síðustu aldamót og síðan hefur þetta svona stabiliserast. Ég vil aðeins fjölgun aftur, en það er svona kringum kvótakerfið breytingarnir í sjávarútveginn, það var smá fækkun. Ef við skoðum litlu þorpin, þá sjáum við að það var fækkun í byrjun aldarinnar, en það er líka stabilt. Þannig fyrst það er bara þessi punktur, fólki er ekki að fækka nema fækkun í sveitunum hjá náttúrulega staði mjög lengi. En stóra breytingin hefur eiginlega verið þessi, það er þessi rosalega hraði vöxtur á suðvestursvæðinu í 100 km fjarlægð. Keflavík, Selfoss, Akranes og framvegis. Og við skoðum fólksflutninga innanlands, alla 20. öldina var fólk að flytja til Reykjavíkur. Það var þessi straum til Reykjavíkur, síðan á höfuðborgarsvæðið. Þegar við skoðum núna flutningstöluna, þetta sjáum við flutningsjöfnuð fyrir karla og konur. Og þá sjáum við að það eru öll svæði á landinu, þar með talað höfuðborgarsvæðið, í mínus. Það eru öll svæði á landinu að tapa fólki vegna fólksflutninga nema suðvestursvæðið. Þar er jákvæður flutningsjöfnuður. Þannig að þetta er svona þessi stóra mynd. Og það sem ég langaði að skoða hvaða, ef við tökum síðan þessa fjölgun innflytjenda. Það er svolítið gaman að þessari mynd að þeim sýnir sem sagt hvert layer er komuárið. Þannig að þið sjáum við að komuárið, þá koma 1000, árið seinna eru 800 eftir, árið 700 eftir, en heildarmyndin sýnir okkur vöxtinn í kringum fram að hruni, þegar erlendu ríkisborgarar fækkaði aðeins eftir hrun, og svo sjáum við þessa miklu fjölgun sem hefur orðið síðan þá. Og þegar við skoðum flutninga milli landa, og skoðum, það er önnur annað sem við heyrum oft í fréttum, fleiri Íslendingar fóru frá Íslandi, heldur að koma til Íslands á síðasta ári, eins og það sé eitthvað þess að panikar yfir. Og það er það kannski þangað til að það rífast upp fyrir manni að Íslendingar verða eiginlega flestir til á Íslandi. Þannig að það er svolítið skrítið ár þegar það eru fleiri Íslendingar að koma til landsins heldur að fara frá því. En þegar við tökum 2016-2020, þá sjáum við íslensku ríkisborgarana, það eru karlar og konur. Rautt eru þeir sem að koma til landsins, blátt eru þeir sem eru að fara. Og gula línan segir okkur flutningsjöfnuðinn. Eru fleiri að koma að fara og þið sjáum að þetta er eiginlega bara nánast í jafnvægi með íslenska ríkisborgara. Sjáum hins vegar að flutningar erlendra ríkisborgara, þó þeir séu færri, er margfalt meiri, það er miklu meiri straumur að fólk hefur erlendum uppruna til úr frá landinu og flutningsjöfnuðurinn þar er ekki svona rosalega jákvæður. Þannig að þetta er svona strauma íslenskra og erlendra ríkisborgara. Ef við síðan tökum þessa mynd eftir landshlutum, þá sjáum við hér flutningsjöfnuðinn höfuðborgarsvæði 14,1 af 1000 og þetta er reiknað á mannfjöldan á hverju svæði. Þá sjáum við það að það eru öll landsvæði á Íslandi í plús gagnvart útlöndum.
Það ekki þannig að bara höfuðborgarsvæðið, bara suðustursvæðið sé að græða. Það eru öll svæði á landinu að græða á flutningi fólks milli landa. Suðvestursvæðið mest. Þetta er ótrúlega jafnt og höfuðborgarsvæðið 14,1 einlega bara liggur í landsmeðaltalinu sem 14,7. Svo þetta aðeins mismunandi eftir landshlutum. Þannig ef við skoðum þessa miklu fjölgun Íslendinga, þá sjáum við það voru 270.000 Íslendingar árið 2000, íslenskir ríkisborgarar, og komin upp í tæplega 300.000 núna, sem 10% fjölgun á aldarfjórðungi. Hins vegar hefur erlendur ríkisborgarum fjölgað næstu í 800%. Þannig að þessi fjölgun Íslendinga, 34% fjölgun á öldinni, að mestu leyti fjölgun erlendra ríkisborgara. Ef við brjótum þetta upp og skoðum, hér höfuðborgarsvæðið, þá sjáum við Íslendingum fjölgar 13% og það 39% í heild vegna þess að erlendir innflytjendurnir fara úr 5.000 upp í 50.000 á þessu tímabili. Ef við hins vegar tökum það sem fyrir utan suðustursvæðið, þá sjáum við bara sömu myndina. Þegar það fólki utan höfuðborgarsvæðisins, þegar allt lagt saman, hefur fjölgað 6% Íslendingunum, þegar við tökum innflytjendurna með fjölgunum 27%. En svo eru það auðvitað mismunandi, þannig getum við að brjóta þetta upp og skoða einstök svæði. Akureyri hefur merkilega lágt hlutfall innflytjenda. Þar samt fjölgun upp á 27% og það eiginlega meiri fjölgun Íslendinga þar heldur en víðast. Suðurnesin sjáið, en þetta rosa mikil fjölgun af fólki af erlendum uppruna. Það líka mikil fjölgun Íslendinga, þannig Íslendingum fjölgun 29%, fólk sem ekki af erlendum uppruna, og fjölgun samtals 84%. Og hér kannski það sem kemur svolítið í fréttum, sem eru Vestfirðirnir. Og þá sjáum við það á þessu tímabili þá fólki af Íslendingum að fækka. Fólk sem ekki af erlendum uppruna fækkar 30%, en svo koma innflytjendur á móti og fjölgun þeirra ekkert meiri heldur en á öðrum svæðum. Bara það alls þar að fjölga, það 200% fjölgun á þessu tímabili. Þannig að fækkun á Vestfjörðum 14%, en ekki 30% eða bara horft á fólk af íslenskum uppruna. Og svo fyrir austan, þá sjáum við náttúrulega ofsalega fína mynd af framkvæmdunum fyrir austan. Píramídin sem kemur þegar fólk kemur að byggja Kárahnjúkavirkjun og álverið. Og svo sjáum við það að íslenskir ríkisborgarar stendur sirka í stað. Það 3% fjölgun það sem hefur öldinni, en út af innflytjendunum að þá fjölgunin 14%. Þannig að þetta bara síðasta glæran. Þetta sem sagt, við tökum þetta saman í heild, að þá sjáum við að fólki á landinu öllu fjölgar þriðjung, fjölgar 34%. Ef við verum bara að horfa á fólk af íslenskum uppruna, hefði fjölgunni verið 10%. Höfuðborgarsvæðið og landsbyggðirnar, það ekkert allur munur á, sjáðu þið. Að það meiri fjölgun fólks af íslenskum uppruna, 13% þegar við tökum en hins vegar stóra hreyfikraftur niður þetta innflytjendur. Þannig að fjölgunni 39 móti 27. Við sjáum hana rosalega vöxt á suðustursvæðinu sem 84% yfir heildina og það ekkert bara innflytjendur. Að við höfum bara á Íslendinga það 29. Og svo sjáum við þegar við horfum á Vestfirði þannig að hvernig innflutningur, aðflutningur fólks hefur dregið úr fólksfækkunin. Og það kannski þetta sem síðan að birtast í fréttum sem Íslendingar eru að fara og útlendingar eru að koma í staðinn. En það ekkert fleiri útlendingar að koma til Vestfjarða heldur en til annarra. Þannig að þetta skilur eftir fullt af tíma fyrir okkur Gylfa að tala. Þetta var það sem ég ætla að sýna. Takk.